Við erum í bíltúr á Ford Focus inn í Heiðmörk sem nú eiginlega einn uppáhalds staður minn og við erum á eftir ökukennslu. Þess vegna fer ég svona rosalega hægt. Ég var einmitt að rifja upp áðan að ég ók aldrei svona hægt þegar ég var að læra bíl, enda lærði ég mjög fljótt á bíla því ég ók svo hratt. Þessi bíll, hann er 5 dyra. Ég held að sé kallað hlaðbakur, hann ekki með skott og hann ekki station, þetta svona hatchback held ég örugglega heiti. Sem gerir það að verkum að skottið stórt. Það nóg pláss fyrir allt mitt hafurtask þar. Það svo stórt. Alveg sko gapir, þetta svona eins og ginnungagap. Mér finnst það flott, mér finnst það sniðugt. Og svo sjálfsagt að leggja sætin niður. Hins vegar minna pláss fyrir börnin sem maður stundum með sér. Það kannski á kostnað barnanna sem við höfum svona stórt skott. En ef ég til dæmis með minn litla gaur aftur í, þá verð ég að hafa hann hinum megin og við þurfum að færa farþegasætið alveg fram vegna þess að annars eru lappirnar hans í sætinu og það náttúrulega eitthvað til að gera mig brjálaða sko. En það allt í lagi. Ég nefnilega svo hrifin af þessu bensínlúki, það bara, maður sér það í raun og veru ekki, en það svona, og ekkert skrúfudótið eða neitt, en það bara, þú setur bara dæluna beint í og það virkar þannig að það sérst skynjari í samlæsingunni. Samlæsingin opnar fyrir þetta. Þannig að það getur engin óprúttinn aðili komið í skjól nætur. Eyðslan, ég prófaði að fara út á land og til að mæla nákvæmlega hvaðan eyðir utan bæjar. Það 6,4 á 100. Mér finnst það kannski svona í mesta lagi fyrir svona lítið bíl. Þetta ekki einhver risastór fjölskyldubíl, en hann er náttúrulega með 16 mótor og ég að prófa beinskiptutýpuna. Þannig að ég myndi vilja sjá aðeins minni bensíneyðslu svona fyrir þennan bíl. Svo innanbæjar að fara alveg upp í 8. Það fyrir náttúrulega eftir því hvernig maður ekur að sjálfsögðu. Maður ekur eins og vitleysingur og getur maður náttúrulega farið með 1 tank mjög fljótlega. Það einhver hraðastillir hérna, ég er búin að prófa þetta. Og stilli ég bara á 70 og það sem gerist að þetta beinskiptubíl. Ég held að svona hraðastilling væri bara fyrir sjálfskiptabíla, en það sem gerist hann flautar á mann ef maður að fara til dæmis yfir 70, eins og í Hvalfjarðargöngunum þar sem maður vill ekkert fara yfir 70 og fínt að hafa þetta sem svona reminder. Maður ánægður að fá 1600 bíl, það munar yfirleitt töluverð úr 1300 upp í 1600. Ekki bara í eyðslunni, sko, heldur kraftinu líka. En ég samt ekki ánægð með það hvað hann kraftlaus. Þú veist, hann heldur alveg jöfnum hraða. Maður kemst alveg góðan hraða ef maður vill það. En hann ekki snöggur upp og hann með 105 hestöflu. Hann skila manni 105 hestöflum, en hann vinnur ekkert sérstaklega vel úr þeim, ef ég á að segja eins og Sagt að með stýrið eitthvað svona æðislegt. Það rosalega undarlegt að tala manni finnst stýri geggjað, en þetta stýri sko allt sem maður gerir það hann liggur svo vel á veginn. Maður verður bara að hafa það hugfast að fara ekki mjög hratt í beygjur því það ekki skynsamlegt. En bíllinn þolir það vel. Svo bíllinn ekki sérstaklega rúmgóður fyrir fjölskyldu, en fyrir svona pæju eða gæja þá þetta alveg fínasti bíll.